Fundur settur í bæjarstjórn Vestmannaeyja miðvikudaginn 25. febrúar 2026 og hefst núna klukkan 14 hér í Ráðhúsinu. Og fundurinn númer 1623 í röðinni. Á dagskrá eru 13 mál sem eru eftirfarandi, umræða samgöngumál, 2 kosningi ráð og nefndir og stjórnir, samkvæmt 42. grein bæjarmála samþykktar Vestmannaeyjabæjar, 3 íbúakosning 2026 þróunarsvæðið M2, 4 fundur með umhverfis- og orkustofnun, 5 framkvæmda á hafnaráð Vestmannaeyja fundur númer 330, 6 umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja fundur 434, 7 bæjaráð Vestmannaeyja fundur 3252, 8 framkvæmda á hafnaráð Vestmannaeyja fundur númer 331, 9 bæjaráð Vestmannaeyja fundur númer 3253, 10 umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja fundur númer 435, 11 fjölskyldu- og tómstundaráð Vestmannaeyja fundur 325, 12 bæjaráð Vestmannaeyja fundur 3254 og 13 fræðsluráð Vestmannaeyja fundur númer 403. Þá göngum við til dagskrár og tökum fyrir fyrsta dagskrármálið, umræða samgöngumál. Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo. Forseti, já, þetta er sá tími árs sem við tölum enn meira samgöngur en venjulega. Á sumrin tölum við biðlista og veturna tölum við Landeyjahöfn og Þorlákshöfn til skiptis. En staðan er þannig eins og við vitum að þá var útboð til dýpkunar næstu 3 árin opnað núna í byrjun febrúar, kringum 10. febrúar, og það er í vinnslu hjá Vegagerðinni. En það liggur ekki fyrir tímalína það hvenær því lýkur. Útboðin í rauninni verðin í útboðin gilda mér skilst í 8 vikur, en þeir væntanlega ætla að ljúka því innan þess tíma. Og það var náttúrulega mjög ánægjulegt að sjá aðila sem voru að bjóða í dýpkunina, sem hafa nú verið að dýpka hérna hjá okkur áður og bara með góða reynslu aðilar hérna. Og það sem var líka ánægjulegt að sjá að í rauninni með við síðasta útboð þá eru ákveðin útboð frá aðilum sem eru töluvert lægri en þau voru síðast. Og það kannski skýrir ástandið í heimsmálum skýrir kannski svolítið það að það eru svona breytt verkefnastaða. En það er allan í vinnslu og við verum upplýst það þegar það er komið, og bara til að útskýra fyrir alla þá sem að horfa á þennan fund að ástæðan fyrir því að við erum ekki að vinna þetta útboð, að Vestmannaeyjabær sé ekki sjálfur að velja þessa verktaka, er að við eigum auðvitað ekki höfnina. Landeyjahöfn er í eigu ríkisins og það er þess vegna sem Vegagerðin fer með það að semja og vinna úr þessum útboðum, en þeir hafa nú sem betur fer verið að, taka meira og meira tillit til þess sem við höfum haft að segja í þessu máli, og auðvitað er það vilja allra að þessi dýpkunarmál gangi sem best. En það verður allavega gaman að fylgjast með og sjá hvað kemur út úr þessu. Og spennandi fyrir okkur að við kannski horfum fram á bjartari tíð. En dýpkunin á höfninni, hún náttúrulega bara gengur hægt. Veðrið hefur verið erfitt og spáin svona hefur ekkert verið sérstök, en hún var að lagast núna aðeins eftir hádegi, þannig það eru líkur á það að sé dýpkunargluggi á sunnudaginn samkvæmt upplýsingum frá Vegagerðinni. En það er bara líka orðið mjög tæft. Það er erfitt að eiga þennan hól sem er fyrir framan. Þannig það skiptir miklu máli að þetta verði gert hratt og vel. En auðvitað verður að nota alla glugga, en ég gat ekki fengið neinar upplýsingar það hvenær þeir sæju það hjá Vegagerðinni að hægt væri að fara að opna höfnina með einhverjum svona alvöru hætti. En eins og framkom í fundargerð bæjarráðs þá óskuðum við eftir því að það yrði bætt við flugið vegna stöðuna sem upp er komin í höfninni og virðist koma upp á hverju ári, og þessi tími eru auðvitað of stuttur sem er í fluginu, og það er komið svar frá Vegagerðinni, það er búið að þeir segjast alltaf bæta minnsta kosti við 2 vikum, og það er búið að hafa samband við þá sem eru með samningin og vonandi bara klárast það. En að þá er allavega að vera horft til þess að það veri flogið fram í miðjan mars
en auðvitað ef sama staða uppi þá munum við að sjálfsögðu ítreka þessa ósk okkar þegar nær dregur. En það auðvitað mikilvægt að lengja þetta tímabil eins og bæjarráð hefur margoft rætt að við séum ekki sitja uppi með þessa 3 mánuði yfir þennan tíma að því veðrið og Landeyjahöfn haga sér ekki eins og Excel-skjal. Þannig að það algjört lágmark að 6 mánuðir séu ríkisstyrktir og þá getur auðvitað verið hægt að fljúga hina 6 mánuðin á markaðslegum forsendum. En ég held að þetta sé svona þessi yfirferð varðandi samgöngurnar sé komin. Takk fyrir þetta, Íris Róbertsdóttir. Orðið laust. Eyþór Harðarson, gjörðu svo vel. Forseti, góðir bæjarfulltrúar, svona bara rétt til að bæta við orð bæjarstjóra Írisar Róbertsdóttur, þá finnst mér kannski að það hefur eitt kannski skila sér í varðandi útboðsmálin vegna dýpkunar í Landeyjahöfn. Það það að við höfðum svona krafist og barist fyrir því að vægið á tæknilegri getu yrði meira en það var áður. Og það, sem sagt, Vegagerðin varð við því og ég held að það muni skil okkur í betri aðila sem verður valinn til að dýpka fyrir næsta glugga eða næsta tímabil. Þannig að þar ætla ég að leyfa mér að vera bjartsýnn. Og hvað varðar flugið, þessi 3 mánuðir sem að hafa þó verið og mörgum finnst allt of lítið og þetta sé varla boðlegt og allt það. En þá lít ég nú á þetta sé að stundum þarf bara að taka þetta í einhverjum skrefum. Þetta orðið, í mínum orðið viðurkenning á því að við höfum 3 mánuði. Við þurfum að fá 4. eða 5. mánuðinn inn í mínum huga næst þegar að verður boðið út og svo auðvitað þurfum við að fá fleiri ferðir á viku. En ég, eftir því sem mér skilst, þá er flugið þokkalega vel nýtt og alls ekki þannig að það sé hægt með einhverju rökum að segja að þetta þurfi ekki. Þannig að ég ætla að leyfa mér að vera bjartsýnn að við getum barist fyrir fleiri mánuðum og fleiri ferðum á dag eða á viku. Og þá eru rökin alltaf þau að Landeyjahöfn virkar ekki eins og lofað var í byrjun. Takk. Takk fyrir þetta, Eyþór Harðarson. Vilja fleiri taka til máls? Helga Jóhanna Harðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, mér langar bara að bæta við þetta sem Eyþór Harðarson var að koma fram með flugferðirnar. Að ég held að það sé líka ótrúlega mikilvægt og ég nú kannski ekki að tala núna í þessari ósk að framlengja, heldur bara almennt þegar við erum að fá flugið hjá okkur, að þrýsta á það séu fleiri dagar með 2 ferðir á dag. Það það sem að skiptir okkur svo ótrúlega miklu máli. Þannig að ég held að við þurfum að hafa það líka og fyrir bara nýja aðila sem koma til með að stjórna hérna eftir kosningar að hafa það í huga, að þrýsta á það. Takk fyrir þetta, Helga Jóhanna Harðardóttir. Fleiri sem vilja kveða sér hljóðs þetta, svo ekki og umræðu lokið. Þá tekið fyrir annað dagskrármálið, kosning í ráð, nefndir og stjórnir samkvæmt 42. grein bæjarmála samþykktar Vestmannaeyja. Með vísan í B-lið 42. greinar þessara bæjarmála samþykktar. Innbókun í máli 1 vantar hér. Og mun ég nú lesa þá innbókun. Bæjarstjóri fór yfir stöðuna á dýpkun í Landeyjahöfn og útboði á dýpkun næstu 3 árin sem í vinnslu hjá Vegagerðinni. Samkvæmt ósk frá Vestmannaeyjabæ hefur 2 vikum verið bætt við tímabilið í fluginu sem annars hefði lokið 20. og 8. febrúar. Þessi innbókun átti að sjálfsögðu að lesast hér áður heldur en orðið var gefið laust og biðst forseti forláts á því. Þá tökum við fyrir annað dagskrármáli sem kosningi ráð og nefndir og stjórnir samkvæmt 42. grein bæjarmála samþykktar Vestmannaeyjabæjar. Með vísan í B-lið þeirrar bæjarmála samþykktar þá liggja hér eftirfarandi tillögur fyrir og eru lagðar fram. Sonja Andrésdóttir hættir sem varamaður í fjölskyldu- og tómstundaráði og í hennar stað kemur Páll Magnússon.
Sæunn Magnúsdóttir hættir sem aðalmaður og þá varaformaður í framkvæmda og hafnaráði. Í hennar stað verður Ragnheiður Sveinsdóttir aðalmaður og varaformaður, þar verður Hannes Kristinn Sigurðsson. Jón Þór Guðjónsson hættir sem varamaður í fræðsluráði og í hans stað kemur Aníta Óðinsdóttir. Orðið laust þetta mál, vill einhver kveða sér hljóðs það? Svo ekki, þá með leyfi fundarmanna ætla ég bara að bera þessar tillögur upp til atkvæða saman. Þeir bæjarfulltrúar sem samþykkja þessar tillögur gjöra svo vel og gefa merki og það samþykkt með 9 samhljóða atkvæði. Þá tekið fyrir 3. mál á dagskrá, íbúakosning 2026 þróunarsvæði M2. Ef ég skil þetta mál rétt að þá það í rauninni að ósk eða tilmælum kjörstjórnar í Vestmannaeyjum sem eftirfarandi tillaga lögð fram hér til samþykktar eða til umræðu og atkvæðagreiðslu. Bæjarstjórn Vestmannaeyja samþykkir að íbúakosning fari fram í Ráðhúsi sem kjörstað á 2 vikna tímabili fyrir kjördag með lokadegi 16. maí 2026 samhliða sveitarstjórnarkosningum og þá á sama kjörstað og þær eru haldnar. Kosningin fer fram í samræmi við 7. og 8. grein reglugerðar númer 922 frá 2023 íbúakosninga sveitarfélaga og telst atkvæðagreiðsla í Ráðhúsi regluleg kjörstaðakosning yfir kosningatímabilið. Bæjarstjórn ákveður jafnframt með vísan til 1. málsgreinar 10. greinar reglugerðar númer 922 2023 að póstatkvæðagreiðsla verði ekki í boði enda kosningin hvorki bindandi né atkvæðagreiðslan sameiningu sveitarfélaga. Framkvæmd kosningar í Ráðhúsi, þar með talið nánari ákvörðun opnunartíma, viðveru fulltrúa kjörstjórnar og skipulag kosningarinnar falin kjörstjórn í samræmi við 5. grein reglugerðar númer 922 2023. Orðið laust þessa tillögu. Enginn kveður sér hljóðs og þá göngum við til atkvæða þeir bæjarfulltrúar sem samþykkja þennan framgang málsins gjöra svo vel og gefa merki. Það samþykkt með 9 samhljóða atkvæði. Þá tekið fyrir 4. dagskrármálið fundur með umhverfis- og orkustofnun Íris Róbertsdóttir gjöra svo. Forseti, bæjarstjórn átti fund með fulltrúum umhverfis- og orkustofnunar og í hópnum, þetta voru 4 aðilar sem komu hérna og hver sérfræðingur á sínu sviði. En það var forstjóri stofnunarinnar, Gestur Pétursson sem var hér og svo hún Hanna sem nýr forstjóri raforkueftirlitsins og þau voru náttúrulega með í þessum 4 manna hópi og fundurinn var fyrir, og ég vil segja fyrir mitt leyti og ég held að það var upplifun bæjarfulltrúa líka, var góður og upplýsandi. Það var farið vel yfir stöðuna hérna í Vestmannaeyjum, bara varðandi orkukostnaðinn, aðgengi að orku, niðurgreiðslu og orkuflutning. Einnig voru orkuskiptin rædd og hvað tækifæri væru þar og að sjálfsögðu gjaldskrármál sem að við ræðum alltaf þegar við komumst í tæri við einhvern sem að sinna þessum málaflokki og það auðvitað þessi gjaldskrá fyrir varmaorku í Eyjum og þessi niðurgreiðsla, hvernig henni háttað gagnvart þessum tvískiptingi sem hjá okkur, það bein rafkynting og svo auðvitað kynnta veitan okkar sem Sjóvarmadælustöðin. En það alveg ljóst og eftir þessar umræður og svona, það eru allir í rauninni sem að mann ræði við og við vorum svo sem sammála því líka bæjarfulltrúarnir að það þarf að endurskoða þetta kerfi sem utan þetta. Utan niðurgreiðsluna og utan það bara hvernig, hvað ég var að segja, hvernig vermið settur á þessa orku sem við erum að fá, við sem erum sérstaklega á þessum köldu svæðum og ég bara allavega eftir þennan fund þá hef ég bara fulla trú á því að það sé verið að skoða þessi mál að fullu með jákvæðum hug og allt það og líka með við samtöl sem að ég hef átt, bæði ég og fleiri hefum átt við ráðherra málaflokksins að það búið að átta sig á því að hlutirnir eru ekki eins og best verður á kosið og svo auðvitað það mikilvægt fyrir okkur. Ég stend hér í kjördæmaviku. Við höfum nú ekki endilega dettumarga þingmenn í þessari kjördæmaviku frekar en venjulega. En það náttúrulega sjálfsögðu samgöngurnar sem trufla. En það mikilvægt að fá hingað þessa 4 aðila sem komu hérna, sérfræðingur á
hver á sínu sviði og í beint samtal við okkur og auðvitað líka hittu þeir fulltrúa annarra hagaðila og fyrirtækja hér í Vestmannaeyjum og gátu átt beint samtal áhyggjur og bara, hvað ég að segja, það sem þeir sjá vankanta á kerfinu og annað og þetta, þau töluðu það við okkur fulltrúar Orkustofnunar að þetta væri bara mjög verðmætt að fá þessi samtöl og skrifuðu mikið hjá sér og svona og ég vona að það nýtist þeim. En allavegna að þá fyrir okkur sem erum í pólitíkinni þetta, hvað ég að segja, þetta beina aðgengi og að fólk gerir sér ferð og komi hérna og kynni sér okkar aðstæður, það bara ber að virða og náttúrulega ef einhver kannski segir að ég hef ekki eitthvað að vera að þakka fyrir það og ég ætla bara að gera það vegna þess að þetta bara ekkert daglegt brauð að hinga komi fólk og kynni sér hlutina beint. Við erum yfirleitt í borginni og ég þekki það nú bara mjög vel og ég skil það oft á mörgu leyti en ég skil ekki að við stöndum hér í kjördæmaviku og það ætla ekki einn einasti þingmaður. Minnstakosti hefur enginn haft samband við mig og óska eftir fundi með bæjarstjórn. Og mér þykir það leitt og þess vegna vil ég bara hrósa fulltrúum Umhverfis- og Orkustofnunar fyrir að hafa komið og átt þetta samtal við okkur og ég held að ég geti talað fyrir hönd bæjarstjórnar við höfum bara öll gagn af. Takk fyrir þetta, Íris Róbertsdóttir og áður en ég ekki orðið laust þá les ég svofellda innbókun. Bæjarstjóri fór yfir fund sem bæjarstjórn átti með fulltrúum Umhverfis- og Orkustofnunar, forstjóri stofnunarinnar og forstjóri Raforkueftirlitsins voru með í för. Á fundinu var farið yfir stöðuna í Eyjum varðandi orkukostnað, aðgengi að orku, niðurgreiðslur og orkuflutning. Einnig voru orkuskipti og gjaldskrármál til umræðu. Nú orðið laust þetta mál, Eyþór Harðarson, gjörðu svo vel. Forseti, góður bæjarfulltrúar. Ég tek bara undir orð Írisar Róbertsdóttur bæjarstjóra. En við áttum sem sagt þennan fund með starfsfólki frá Umhverfis- og Orkustofnun á dögunum og með í för var Gestur Pétursson, forstjóri stofnunarinnar. Raforkueftirlitið sjálfstæð eining innan Umhverfis- og Orkustofnunar og fer með þann þátt sem snýr að eftirliti með raforkumarkaðnum í samræmi við ákvæði raforkulaga. Og þess má geta að Gestur var ferðafélagi okkar Gísla Stefánssonar bæjarfulltrúa í fróðlegri orkneyjaferð á síðast ári þar sem við kynntum okkur orkuöflun eyjanna. En orkneyingar hafa ekki vatnsafl og hafa þess vegna framleitt raforku með vindmyllum og auk þess staðið að þróunarverkefnum öldu og straumvirkjana. Starfsfólk Umhverfis- og Orkustofnunar fundaði hér í Eyjum með bæjarstjórn, HS Veitum, Laxey, vinnslustöðin á Ísfélaginu, allt í sikkoru laginu og veit ég fyrir víst að þetta var mjög gagnlegt samtal fyrir alla aðila. Þar sem forstjórinn lofaði okkur að þetta væri grunnurinn að betra samtali í framtíðinni. Í mínum huga eru þessar tengingar við starfsfólk stofnunarinnar mjög mikilvægar þar sem þeirra hlutverk að hafa eftirlit með gjaldskrám orku og dreifiveitna svo dæmi sé tekið. Og má segja að stofnunin á að verja viðskiptavini gegn óhóflegri gjaldheimtu. Þannig að samtal við þessa stofnun og starfsfólk þarna okkur mjög mikilvægt sem milliliður í raun til að verja okkar hagsmuni gagnvart veitu fyrirtækjum. Og já, ég held að þetta sé nú það svona sem að maður var bara vildi koma fram hérna. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Eyþór Harðarson, Gísli Stefánsson, gjörðu svo vel. Já, forseti, bæjarfulltrúar, ég bara tek undir það sem hefur komið fram hér á undan í þessu máli. Gladdi mig nú sérstaklega að Eyþór Harðarson skildi minnast á orkneyjaferðina sem honum þótti nú ekkert koma út úr samt. En svona fyrir utan það að þá vil ég leggja áherslu á það að ég allavega eftir mín samtöl og eftir mitt garf í þessum pælingum öllum saman þá held ég að við búum ótrúlega vel að þessu fólki sem kom hérna og hitt okkur daginn og ég heyr ekki annað en að þarna sé fólk sem kann að lesa leikinn og ég ætla bara að taka undir það sem hefur komið hér áður að við skulum allavega horfa á þetta
byrja á að horfa á þetta með jákvæðum augum, þetta samtal. Takk fyrir þetta, Eyþór Harðarson, gjörðu svo vel. Já, forseti bæjarfulltrúar, þetta er fyrsta sinn sem ég bera með sakir við hérna með einn og mínu liði, en ég er alls ekki sammála því að ég hafi verið fundið Storkneyjaferðin okkar ekkert hafa komið neitt út úr henni, því að hún var mjög fróðleg og mjög skemmtileg og við svona myndum þarna tengingar og kontakta við þá aðila innan úr Umhverfis- og Orkustofnun sem hafa hjálpað okkur í þessu samtali. En úr því ég komin upp þá kannski er hægt að bæta við að til dæmis það sem bara góma við á þessum fundum með þessum aðilum, að þá eru náttúrulega þessi stóru mál sem komu upp áramótin þegar að gjaldskrárbreyting verður að fyrirtæki og hitaveitan hérna í Vestmannaeyjum eru tekin af svo kallari gjaldskrá sem heitir ótryggur flutningur. Að Landsnet ber fyrir sig að það sé komið þá N-1 tenging sem að er nú kannski ekki alveg fyrir alla að skilja, en það þýðir í rauninni í grófum dráttum að þá getur þú fengið rafmagn frá 2 leiðum. Ef ein rofnar þá ertu með aðra til vara. En að sjálfsögðu erum við ekki komið -1 tenging til Vestmannaeyja þó að komið 2 strengir í hafinu, því að netið upp á landi er ekki byggt þannig upp að við getum fengið okkar 50 megavött hvort frá Austurlandi eða Vesturlandi. Þannig að þessu komum við skilmerkilega til skila. Þetta eru auðvitað hlutir sem að hafa mikil áhrif á þessar verðhækkanir sem voru hérna bara á hitaveitunni, einhverjum 12-13% áramótin. Vonandi náum við þessu eitthvað tilbaka. Við vorum að koma inn á það að varaaflið sem að Landsnet hefur í huga að fjarlægja hérna úr Vestmannaeyjum. Við þurfum að berjast fyrir því að þeir sem er varaafl hérna, því að það gengur ekki upp að varaaflið komi með skipaferðum nokkrum dögum eftir að rafmagn fer ef atvinnulífið hérna allt á fullu, þegar við erum á forgangsorkutöxtum. Og vatnsmálin almennt fyrir atvinnulífið, við vitum það hvað þetta er, hvað maður að segja, þetta er ekki mjög traustvekjandi að vera hérna með eina lögn ennþá, það lagast náttúrulega í sumar, en gjaldheimtan bæði fyrir vatn og heitt vatn hérna fyrir fyrirtæki í Vestmannaeyjum er ekkert á sama skala og fyrir fyrirtæki upp á landi og á Suðurnesjunum til dæmis. Þetta er gríðarlegur munur og til dæmis niðurgreiðslurnar fyrir heitt vatn sem að við heimilin í Vestmannaeyjum eru í rauninni á, við getum sagt alveg á þokkalegum verðum miðað við landsbyggðina víða og með niðurgreiðslurnar sem komu á síðast ári. En fyrirtækin og stofnanir bæjarins eru ekki á neinu niðurgreiðslu, þannig að íbúar bæjarins eru auðvitað að borga óniðurgreitt heitt vatn í stofnunum bæjarins. Þannig að þetta er í rauninni bara var mikið og gott samtal alla þessa þætti sem snúa að hagsmunum okkar og ég bara hafa gott að Gísli gaf mér tækifæri til að koma hérna upp og ég fór að tala með þetta líka. Takk fyrir. Takk. Takk fyrir þetta, Eyþór Harðarson. Kannski ég bera á mig sakir í? Nei. Umræðum þetta mál er lokið. Þá er tekið fyrir 5. mál á dagskrá, framkvæmd á Hafnaráð Vestmannaeyjafundur nr. 330. Þar liggja liðir 5.1 til 5.8 fyrir til upplýsingar. Tekið fyrir 7. dagskrármálið, umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja, fundur nr. 434. Liður 6.2, deiliskipulag miðbæjar Vestmannaeyja, tillaga að breyttu deiliskipulagi vegna hæðarskilmála við Vesturveg 6 liggur fyrir til staðfestingar. Er að ræða samþykkt á breyttu skipulagi. Orðið er laust þetta mál. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og þá göngum við til atkvæða. Þeir bæjarfulltrúar sem samþykkja þessa breytingu á deiliskipulagi gjöru svo vel að gefa merki. Hún er samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Liður 6.1 og 6.3 til 6.8 liggja fyrir til upplýsinga. Tekið fyrir 7. mál á dagskrá, bæjaráð Vestmannaeyja, fundur nr. 3252. Liður 7.3, viðaukar við fjárhagsáætlun 2025,
liggur fyrir til staðfestingar. Hér er að ræða viðauka vegna lækkunar á framlagi til Náttúrustofu Suðurlands. Orðið er laust þennan lið, enginn hefur kvatt sér hljóðs og þá göngum við til atkvæða. Þeir bæjarfulltrúar sem samþykkja umræddan viðauka gjöru svo vel að gefa merki. Og viðaukinn er samþykktur með 9 samhljóða atkvæðum. Liðir 7.1 til 7.2 og 7.4 til 7.12 liggja fyrir til upplýsinga. Þá er tekið fyrir 8. mál á dagskrá, framkvæmda og hafnaráð Vestmannaeyja, fundur númer 331, liður 8.3. Vinnubátur, lítill dráttarbátur, liggur fyrir til umræðu. Helga Jóhanna Harðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, á fundi framkvæmda hafnaráðs þann 11. febrúar var tekin stór og mikil ákvörðun þegar ráðið var allt sammála því að höfnin skyldi fjárfesta í bát að tegundinni Stantök 1205. Ég verð alveg að viðurkenna að mér fannst þetta stór og mikil ákvörðun og ég hugsaði bara fyrir fundin á ég að fara að taka ákvörðun um þetta. Ég er náttúrulega bara kennari, engin bátasérfræðingur. Að ég las yfir gögnin og ímyndaði mér svona eins og þegar við hjónin erum að fjárfesta í bíl. Ég skoðaði útlitið. Var hann flottur á litin? En auðvitað gerði ég mig grein fyrir því að ég þurfti að afla mér upplýsinga það hvaða spurningar ég ætti að spyrja og hvaða væri sem ég ætti að huga að. En sem betur fer er hægt að vanda undirbúning slíkra ákvarðana með því að safna upplýsingum og leita til þeirra sem njóta trausts og búa yfir þekkingu á málinu. Og í þessu starfi, hvort sem bæjarfulltrúi eða ráðsmaður, þá er ekki gert ráð fyrir að maður sé sérfræðingur í öllu. En ég tel ákvörðunina sem að ráðið tók í sameiningu að vera góða, þörfin er klárlega mikil og ég tel að þetta fallega fley eigi nú eftir að koma að mjög góðum notum. Ég veit að við erum að fá bát sem er með 9 tonna dráttargetu og hann var smíðaður árið 2010. Hann er með 2 skrúfur sem er víst alveg nauðsynlegt til þess að hafa betri stjórn og hann er 2017 afsakið og hann er 13 metra langur og 5,3 metrar á breidd. En undanfarin 13 ár þá hefur höfnin eingöngu haft 1 bát til umráða og þrátt fyrir að umsvif hafnarinnar er alltaf að aukast. Og talið er að hér hafi verið 2 bátar frá 1935 til 2012, en bara 1 síðan þá. En stefnt er að því að báturinn muni fá nafnið Léttir og hann verði afhentur eigi síðar en 12. mars og fluttur heim þann 14. mars frá Kanada með Eimskip til Reykjavíkur og vonast til að hann verði tilbúinn í lok apríl. En Léttir mun nýtast okkur til að mynda við hreinsun hafnarinnar við að þjónusta Laxey þegar verið er að skipa út seiðum frá Viðlagafjöru. Hann mun nýtast við þegar verið er að taka inn minni skip líkt og salt, mjöl, lýsiskip en lóðsinn er töluvert borðhár þannig að það er oft erfiðara fyrir hann það er sem sagt auðveldara fyrir Létti að leggjast utan á svona minni skip. Það er gert ráð fyrir að Vestmannaeyjahöfn sinni dýptarmælingum í Landeyjahöfn og Léttir kemur til með að vera mun hagkvæmari kostur þar. Hann mun nýtast við að fara með hafsögumenn í skemmtiferðaskip sem liggja hér fyrir utan á drifti og koma ekki inn í höfnina og þurfa því enga aðstoð og við að leysa lóðsinn af þegar við erum að sinna viðhaldi og við höfum í einhverjum tilfellum þurft að leigja hinga bát á meðan. Við erfiðar aðstæður sem og þegar við erum að taka inn stór skip þá verður oft gott að hafa 2 báta til að auka öryggi og lóðsinn er náttúrulega bara barnsins tíma þar sem skip sem hingað koma hafa stækkað verulega og stjórnhæfni hans er ekki lengur nægjanleg. Og því þarf að halda áfram að vinna þá vinnu með vegagerðinni að lausnum að fjármögnum fyrir nýjan lóðs. En nýji báturinn mun ekki leysa öflugan lóð á hólmi, heldur er hann hugsaður sem viðbót. Þetta er nú bara svona upptalning á því helsta sem hann mun klárlega koma á góðum notum fyrir starfsmenn hafnarinnar og ég vildi nú bara lýsa því yfir. Ég er virkilega ánægð með þessa ákvörðun. Takk fyrir þetta, Helga Jóhanna Harðardóttir. Mér heyrist við vera komin með 2 stórútgerðarstjóra hér í bæjarstjórnina. Þekkingu á þessum málum vilja fleiri kveða sér hljóðs þetta mál. Svo, hinn útgerðarstjórinn stóri. Eyþór Harðarson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir.
þar sem að enginn af fulltrúum okkar sjálfstæðismanna er í framkvæmda og hafnaráði, þá finnst mér bara rétt að koma hérna upp og segja frá samtölum mínum við okkar fulltrúa, Hannes Sigurðsson og Ragnheiði Sveinþórsdóttur sem er í framkvæmda og hafnaráði, að við veit að svona á fyrstu stigum þegar það var talað um að það vantaði einhvern eitt lítinn báti viðbótar, þá var maður ekkert alveg viss á því að hvort að það væri virkilega þörfin, en eftir samtöl og svona það sem hefur verið farið fram og hvað er í boði á markanum að slíkum skipum og hvað fjármagn við vorum að hugsa í þetta, þá held ég að höfnin hafi bara fengið ágætis bát á ágætis verði og við séum öll bara mjög ánægð með þetta skref fyrir hönd hafnarinnar. Takk. Takk fyrir þetta. Vilja fleiri taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki og er umræðu lokið. Liðir 8.1 til 8.2 og 8.4 til 8.7 liggja fyrir til upplýsingar. Þá er tekið fyrir 9. mál á dagskrá bæjarráð Vestmannaeyja fundur númer 3253. Þar liggja liðir 9.1 til 9.2 fyrir til upplýsingar. Tekið fyrir 10. mál á dagskrá umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja fundur númer 435. Liður 10.1 breyting á aðalskipulagi NSL 4 neysluvatnslögn til Eyja. Er að ræða samþykki fyrir auglýsingu tillögu að breyttu aðalskipulagi. Orðið laust þennan lið. Enginn kveður sér hljóðs og þá göngum við til atkvæða. Þeir bæjarfulltrúar sem samþykkja umrædda auglýsingu gjöra svo vel og gefa merki. Það er samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Liður 10.2 stækkun iðnaðarsvæðis. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir yfirgefur fundinn meðan þessi liður til umræðu. Liður 10.2 stækkun iðnaðarsvæðis í Viðlegafjöru, breyting á aðal- og deilskipulagi. Er að ræða samþykki fyrir auglýsingu tillögu að breyttu aðalskipulagi. Orðið laust þennan lið. Enginn kveður sér hljóðs og við greiðum atkvæði. Þeir bæjarfulltrúar sem samþykkja fyrrgreinda auglýsingu gjöra svo vel og gefa merki og það er samþykkt með 8 samhljóða atkvæðum. Og Jóna Sigríður Guðmundsdóttir kemur aftur til fundar við okkur. Liðir 10.3 til 10.9 liggja fyrir til upplýsinga. Þá er tekið fyrir 11. mál á dagskrá. Fjölskyldu- og tómstundaráð Vestmannaeyja fundur númer 325. Liður 11.1 framkvæmda áætlun í barnavernd liggur fyrir til staðfestingar. Orðið laust. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og við greiðum atkvæði. Þeir bæjarfulltrúar sem vilja staðfesta umrædda framkvæmda áætlun í barnavernd gjöra svo vel og gefa merki. Hún er staðfest með 9 samhljóða atkvæðum. Liðir 11.2 til 11.4 liggja fyrir til upplýsinga. Þá er tekið fyrir 12. mál á dagskrá bæjarráð Vestmannaeyja fundur númer 3254. Liður 12.2 viðaukar við fjárhagsáætlun 2025 liggur fyrir til staðfestingar. Er að ræða loka viðauka með tilfærslum bæði í rekstri og eignfærslum. Orðið laust. Enginn kveður sér hljóðs og við greiðum atkvæði. Þeir bæjarfulltrúar sem samþykkja umræddan viðauka gefi merki. Það er samþykkt með 9 samhljóða atkvæði. Liður 12.3 viðaukar við fjárhagsáætlun 2026 liggur fyrir til staðfestingar. Er að ræða rekstrarviðauka vegna framlags til IBVF íþróttafélags. Orðið laust. Enginn kveður sér hljóðs og þá göngum við til atkvæða. Þeir bæjarfulltrúar sem samþykkja viðaukan gjöra svo vel og gefi merki. Hann er samþykktur með 9 samhljóða atkvæði. Liður 12.5 tímabundið samkomulag rekstur heilsuræktar liggur fyrir til umræðu. Orðið laust. Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Já, forseti, bæjarfulltrúar
og gestir. Já, þessi liður var til umræðu á síðasta bæjarstjórnarfundi og vildi ég kannski taka það upp í rauninni, já, við erum að ræða aftur útboð heilsuræktar sem að hefur auðvitað eins og við þekkjum hér öll tekið óþarfa langan tíma í meðferð og umfjöllun. En í lið bæjarráðs tekið fram að útboðið og því fagnað að útboðið sé komið í auglýsingu. Ég sendi svo síðasta mánudags morgun fyrirspurnir vegna útboðsins sem ég fékk nú svör við í hádeginu og þakka kærlega starfsfólki fyrir þau. Líkt og kannski einhverjir hafa tekið eftir að þá komin í umfjöllun fjölmiðla efnisatrið útboðsins. Mér persónulega hefði þótt mun eðlilegra ef útboðsgögn hefðu verið lögð fram fyrir bæjarráð til yfirferðar og samþykktar og jafnvel kynntar bæjarfulltrúum áður en farið var í auglýsingu, því betur sjá augu en auga. Og kannski ekki síst í ljósi fyrri sögu þessa máls, þá gott að upplýsa kjörna fulltrúa frekar meira heldur en minna. Og það líka alltaf leiðilegt að lesa sem kjörinn fulltrúi upplýsingar málefni sveitarfélagsins sem hann hafa ekki verið kynntar. Í umfjöllun fjölmiðla koma fram ansi stífar hæfiskröfur á borð við kröfum 5.000 áskrifendur og milljarða króna eigið fé. Fyrri rekstraraðili hefði til dæmis aldrei átt möguleika hefði þeir áhuga á að taka þátt í útboðinu og þá spyrir maður sig hvort nægilega hafi verið gætt að meðalhófsreglu stjórnvalda. En hún eftirfarandi með leyfi forseta. Samkvæmt 12. grein stjórnsýslulaga meðalhófsreglan stjórnvald skal því aðeins taka íþyngjandi ákvörðun þegar lögmætu markmiði sem aðeins stefnt verður ekki náð með öðru og vægara móti og skal þess þá gætt að ekki sé farið strangar í sakir en nauðsyn ber til. Meðalhófsregla auðvitað regla sem kveður á að íþyngjandi ákvarðanir hins opinbera með ekki ganga lengra en nauðsyn krefur til að ná lögmætu markmiði og þarna deila eflaust margir hvort að meðalhófsreglan eigi við hvort að þarna sé verið að tala íþyngjandi ákvarðanir eða hvort að útboð eigi mögulega ekki heima undir því. En þetta auðvitað bara góðgild regla sem gott að hafa alltaf í huga. Það hefur því miður verið þannig að það hefur verið seinagangur í ýmsum framkvæmdum innan íþróttamiðstöðvar. Flestir bæjarbúar þekkja lokun sundlaugarinnar á eigin skinni með einum öðrum hætti. Bæjarráð nýverið gagnrýndi PSeta fyrir seinagang vegna viðbyggingar á nýjum klefum og nú verið að óska eftir að fá einkaaðila til að byggja heilsurækt sem vel og gott að Vestmannaeyjabær sé að leita eftir öflugum samstarfsaðila sem hefur fjárhagslegt bolmagn í slíkt verkefni. En það hlýtur líka að vera mikilvægt að í öllum þessum framkvæmdum sé átt gott samtal líka við öll aðildafélög því það auðvitað hlutverk Vestmannaeyjabæjar að móta framtíðarsýn með starfsemi íþróttamiðstöðvar. Og ég held að hún sé hreinlega ekki öllum ljós og hún mér að minnsta kosti ekki alveg ljós og ég geri mér ekki fyllilega grein fyrir líkt og kemur fram í spurningu sem ég sendi til bæjarstjóra og sviðsstjóra hvert umfang nýrar heilsuræktar yrði en spurningin var svohljóðandi: einhver krafa hönnun, stærð eða staðsetningu lóðar vegna viðbyggingar heilsuræktar? Ef svo hvar var slíkt ákveðið, ef ekki í hvers konar farveg fer sú framkvæmd? Og svarið var svohljóðandi: öllum spurningum varðar kröfur útboðsskilmála skal beina til konsensa, ákvörðun slíka þætti var tekin á bæjarráði í samræmi við framtíðarsýn íþróttamiðstöðvar sem kynnt hefur verið fyrir öllum bæjarfulltrúum. Eins og við höfum áður bent á þessu kjörtímabili, þá hefur skort á að fagráð taki til umfjöllunar mál sem þau snerti og hefði mögulega þurft að vera búin að ræða framkvæmdirnar og framtíðarstarfsemi íþróttamiðstöðvarinnar í enn stærra samhengi með hlutaðeigandi aðilum. Til dæmis veit ég að nýframkvæmdir núna innan íþróttamiðstöðvar í Andeyri að þar var víst ekki gert ráð fyrir sjoppu við kappleiki og íþróttamót sem að koma upp í rauninni í samtali fulltrúa í ráðinu við umfjöllun málsins. Við vitum líka að það eru víða vandamál innan húsnæðisins og við þekkjum auðvitað reglulega myndir innan á íþróttahúsi þegar mikið rigningaveður, það eru víða lekar og sem að trufla æfinga á kappleiki og getur skapað ákveðna slysahættu. Þannig að verkefnin innan íþróttamiðstöðvar eru víða sem krefjast athygli. Þannig að það eru krefjandi verkefni framundan innan íþróttamiðstöðvarinnar, það ljóst. Með leyfi forseta, þá ætla ég að fá að bera upp bókun. Hún svohljóðandi. Undirritaðar gera athugasemdir við að bæjarfulltrúum hafi ekki verið kynnt útboðsgögn og þau hvorki lögð fyrir né samþykkt í bæjarráði fyrir auglýsingu útboðs. Afar ströng hæfisskilyrði gera afar fáum kost á að taka þátt í þessu útboði. Hér virðist við fyrstu sýn ekki hafa verið gætt að meðalhófsreglu stjórnvalda. Ýmsar framkvæmdir við íþróttamiðstöð hafa tafist undanfarið lengur en góðu hófi gegnir
Það á bæði við framkvæmdir við sundlaug og uppbyggingu nýrra búningsklefa. Eins eru ítrekkaðir lekar innan hússins afar hvimleiðir og hafa áhrif á bæði æfingar og kappleiki íþróttafélaga. Undirritaðir telja að nýbygging og hönnun vegna heilsuræktar sé af hinu góða, en við teljum mikilvægt að góð og yfirgripsmikil samvinna og upplýsingagjöf sé við aðildarfélög með starfsemi íþróttamiðstöðinni og innan fagráða sveitarfélagsins. Undir þetta rita Hildur Sólveig Sigurðardóttir og Margrét Rós Ingólfsdóttir. Takk. Takk fyrir þetta, Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Orðið laust, Njáll Ragnarsson, gjörðu svo vel. Forseti, hér til umræðu í rauninni liður útboð á heilsurækt við íþróttahúsið og undir þeim lið að þá í rauninni ekki verið að ræða einhverja annmarkaða leka á íþróttamiðstöðinni heldur einungis heilsuræktin sem er við íþróttahúsið. Og þetta mál á sér töluvert lengri aðdraganda heldur en þessa afgreiðslu bæjarráðs eins og við þekkjum öll sem erum hér. Það var útboð sem var farið í mars eða apríl á síðasta ári. Þar var óskað eftir í rauninni aðilum til þess að byggja upp heilsurækt við íþróttahúsið og í því útboði þá var meðal annars gerð skilyrði reynslu og þekkingu á slíkum rekstri sem og fjárhagslegan styrk þeirra sem að kæmu að því verkefni. Í rauninni, í framhaldinu að þá er það útboð kært og kærunefnd útboðsmála úrskurðar sem svo að ógilda ákvörðun sem var tekin á grundvelli niðurstöðu þess útboðs. Og í framhaldinu að þá er komin upp þá sú staða að það þarf að fara í og breyta í rauninni kröfum og fara þá í nýtt útboð. Varðandi það sem kom fram í máli bæjarfulltrúa Hildur Sólveig Sigurðardóttir umfjöllun fjölmiðla þetta mál að þá ætla ég ekki að setja mig í einhver spor það að dæma hana sem slíka. Ég veit einhverja umfjöllun í Eyjafréttum þetta mál en í ljósi þess að ég er nú ekki áskrifandi af þeim miðli að þá get ég nú ekki tekið til varna fyrir hönd bæjarráðs það sem að þar kemur fram en þær ákvarðanir sem ég tek í bæjarráði eru náttúrulega byggðar á þeim gögnum og þeim upplýsingum sem maður aflar sér í ráðinu. Ég held að við getum farið í einhverja lagalegan debatt það hvað telst vera íþyngjandi ákvörðun. Að mínu viti að þá er það að úthluta einhverju sérleyfi til aðila til þess að koma að uppbyggingu á byggingu heilsulindar við íþróttamiðstöðina. Ég myndi ekki flokka það sem íþyngjandi ákvörðun heldur þvert á móti að þá séum við að úthluta einhverjum gæðum. Og það getur ekki talist íþyngjandi í þeim skilningi en það er svo sem eitthvað sem að ég held að sé ástæðulaust að vera að fara að karpa hérum en ég held að stóra málið í þessu stóra atriðið í þessu er að það verði farið í það að finna aðila sem að hafa bæði fjárhagslegan styrk og þekkingu og reynslu á þessum málaflokki til þess að koma að uppbyggingu á heilsulind. Það er númer 1 og síðan ætla ég bara að fagna því að ekki hafi komið til og að bæjarráð hefur alltaf ályktað sem svo að það sé jákvætt að ekki verði rof í þjónustunni við bæjarbúa á meðan að þessi mál eru til vinnslu hjá sveitarfélaginu. Og ég tel rétt á þessum vettvangi að ítreka þá ánægju með það að það hafi ekki komið til. Orðið laust, Íris Róbersdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, já. Þetta er nú liður sem heitir tímabundið samkomulagur rekstur heilsuræktar og liggur fyrir til umræðu. Hann er nú búinn að fara víða
en ekkert að því að það sé farið inn í þetta. En ég er hérna með bókun fyrir hönd meirihlutans. Ég ætla ekki að fara inn í málið að því staðan er þannig meðan útboð er í gangi, þá getum við ekki verið að ræða einhver skilyrði útboðs. Það er bara ekki í okkar höndum á meðan það er í gangi, en ég ætla að fá að lesa hérna bókun. Uppbygging og rekstur heilsuræktar var boðin út í mars, apríl 2025. Niðurstaða þess feril sem farið var á stað með var kærð til kærunefndar útboðsmála. Í ljósi þess og til að koma í veg fyrir margra mánaða óvissu og mögulegt þjónusturof ákvað bæjarráð í júlí 2025 að hætta við ferlið sem hafið var. Í kjölfarið ákvað bæjarráð að hafst yrði handa við undirbúning útboðs með aðstoð þaulreynda sérfræði þjónustu á sviði útboðsmála. Enda í samræmi við samþykkta framtíðarsýn í uppbyggingu og viðhaldi fasteigna. Undirbúningur útboðsins hefur staðið frá því í júlí 2025 og hefur allt ferlið verið unnið með faglegum hætti í samræmi við gildandi lög opinber, innkaup og reglugerð sérleyfi samninga. Ekki verður því séð að afmarkar hafi verið á stjórnsýslu málsins eða meðferð þess. Einstök ákvæði útboðsins eru eðli málsins samkvæmt ekki til umfjöllunar á meðan útboði stendur yfir. Bæjarfulltrúum sem og öðrum hagsmunaaðilum stendur þó til boða að beina fyrirspurnum vegna útboðsins til konsensa í samræmi við það sem framkemur í útboðsgögnum og auglýsingu útboðið. Markmið með útboðinu er skýrt að tryggja íbúum Vestmannaeyja aðgang að heilsurækt við framúrskarandi aðstæður í samræmi við það sem best gerist hér á landi. Bókun lýkur. Þetta er auðvitað númer 1, 2 og 3 á þetta náttúrulega bara snúast það að ferlið er á sínum tíma kært og meðal annars var vísað til þess að ekki væri búið að meta sérleyfið. Það er náttúrulega verið að gera það með sérstökum hætti þegar verið að smíða ramma utan þetta útboð hjá sérfræðingi sem er sérfræðingur í því að vinna útboð með þessum hætti sem þetta þarf að vera í gildi í 40 daga, 30-40 daga og þetta er náttúrulega útboð á öllu evrópska efnahagssvæðinu. Þetta er náttúrulega mjög stífir rammar í kringum þetta en það er ekki hægt að fara ofan í málið. Okkur leyfist það ekki með þessum opinbera hætti hér en auðvitað er hægt að opna málið seinna. En ég hef lokið málið mínu. Ég læt þetta til. Takk fyrir þetta, Íris Róbertsdóttir. Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Já, forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Já, ég ætla bara að koma aðeins hérna aftur til að því það var gott að Njáll minntist á tímabundna samninginn við World-Class og ég hef áður komið hér upp í pontu og fagnað einmitt því að það er gríðarlega ánægjulegt að það hafi verið tryggt að það yrði ekki þjónusturof og að fólk hafi haft möguleika til heilsuræktar en það er líka mikilvægt að það komi fram í þessu sama samhengi að Vestmannaeyjabær hefur fjárhagslega hagsmuni af því að annar aðilinn fá útboðið því annarri grein samnings við World-Class er endurkröfuréttur vegna þeirra framkvæmda sem World-Class hefur nú þegar greitt. Þannig að það er ljóst að fái annar aðilinn útboðið en World-Class mun Vestmannaeyjabær þurfa að endurgreiða þann útlagða kostnað fyrir þessum framkvæmdum. En það er bara ítrekað að það liggi allt upp á borðum og það þarf ekkert að vera að það sé einhver frágangssök en það er bara eðlilegt að það sé allar upplýsingar þetta liggi fyrir. Og svo þessi líka sagt og eins og ég hef sagt áður og þá hef ég ítrekað verið fasta kunni hjá World-Class og líka bara þeirra þjónusta gríðarlega vel og ég held að mjög margir íbúar Vestmannaeyja líki þeirra þjónusta vel og það kemur ekki málinu við. Það lítur einfaldlega að því að við séum og ég sé sátt og við séum sátt sem hér komum að við ferilinn og hvernig hlutirnir eru lagðir upp og framkvæmdir. Takk. Orðið er ennþá laust undir þessum lið. Ekki hafa fleiri kvatt sér hljóðs
og er umræðu lokið. Liðir 12.1, 12.4, 12.6 til 12.11 liggja fyrir til upplýsinga. Tekið fyrir 13. dagskrármálið, fræðslur á Vestmannaeyja, fundur 403, liður 13.2, heimgreiðslur liggur fyrir til staðfestingar. Orðið er laust. Enginn hefur hvatt sér hljóð sem þetta og þá göngum við til atkvæða. Þeir bæjarfulltrúar sem samþykkja þessar heimgreiðslur gjöru svo vel og gefa merki. Þær eru samþykktar með 9 samhljóða atkvæðum. Á fundinum. Gert er 2 mínútna hlé á fundinum að ósk Hildar Sólveigar Sigurðardóttur. Þá tökum við aftur til við fundinn og atkvæðagreiðsluna sem hafin var. Þeir bæjarfulltrúar sem samþykkja þessar heimgreiðslur gjöru svo vel og gefa merki. Það er samþykkt með 5 samhljóða atkvæðum. Þeir sem eru á móti, enginn á móti, 4 sitja hjá. Þá er tekin fyrir undir þessari sömu fundargerð lið 13 á dagskrá þessa fundar, liður 13.3, daggæslumál liggur fyrir til staðfestingar. Er að ræða breytingar á reglum sveitarfélagsins er varðar þjónustu við dagforeldra. Orðið er laust. Enginn kveður sér hljóðs og þá greiðum við atkvæði. Þeir bæjarfulltrúar sem samþykkja þessar breytingar gjöru svo vel og gefa merki. Þær eru samþykktar með 9 samhljóða atkvæðum. Liðir 13.1 og 13.4 til 14.4 undir þessari fundargerð liggja fyrir til upplýsinga. Dagskrá þessa fundar hefur þá verið tæmd. Til næsta fundar verður boðað miðvikudaginn 11. mars og þá verður á dagskrá fyrri umræða ársreikning Vestmannaeyjabæjar fyrir árið 2025. Þessum fundi er slitið.